Er það bara nóg? Já. Hann er númer 2.
Kæru gestir, starfsfólk og nemendur skólans. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin á útskriftarhátíð framhaldsskólans á Laugum sem sendir beint út á YouTube rás skólans. Í dag brautskrást 31 ný stúdent og það nokkuð merkilegt í allri umræðinu brottfall úr skólum þar sem 25 nemendur innrituðust á stúdentsbrautir fyrir 3 árum. Í reynd það svo að öll árin sem ég hef útskrifað á Laugum hef ég útskrifað fleiri en innrituðust á stúdentsbrautir tilskildum árafjölda fyrr. Því vil ég meina að hjá okkur sé frekar innfall að ræða en brottfall. Þessi hópur sem nú útskrifast að uppistöðu til fæddur árið 2003 og í talsverðu uppáhaldi hjá mér því þetta nemendahópurinn sem átti stærstan þátt í því að okkur tókst að breyta skólabragnum og fara með skólan þangað sem hann í dag. Þetta besti hópur sem ég haft á Laugum og sennilega besti hópur sem hefur verið hér síðan 1973 árgangurinn brautskráðist. Sá hópur var eiginlega óviðjafnanlegur en ég hef svo sem heyrt að mat mitt á honum sé algerlega laust við hlutleysi. Ykkar skólaganga hefur verið óvenjuleg og markast á COVID-faraldrinum. Þið bjuggum við takmarkanir 2/3 af skólagöngu ykkar en tókust á við þær að miklu jafnaðargeði og æðruleysi. Yfirleitt áttu þessar takmarkanir samt ekkert við okkur og okkar skólastarf. En þetta var nú samt þannig að þegar það rigndi í Reykjavík þurftu laugamenn að fara í pollagalla. Skólinn var settur þann 29. ágúst síðastliðið haust og var fullsetinn og vel það. 122 nemendur hófu nám við skólan, þar af 104 í dagskóla eða komið til náms í skólanum hverjum degi og af þeim voru 94 á heimavist. Þessi nemendur kom úr 39 póstnúmerum og voru vopnfirðingar fjölmennastir. Þriðja haustið í röð þurftum við að hafna nemendum skólavist sem lúxusvandamál þó vissulega sé það mjög leiðinlegt. Og þrátt fyrir þennan fjölda vopnfirðinga gekk skólastarfið mjög vel. Og það ekki síst að þakka því frábæra starfsfólki sem starfa við skólan sem og leiðtogahæfni þeirra sem hér sitja og bíða eftir stúdentskírteinum sínum. Það nefnilega miklu auðveldara að temja nýja nemendur þegar þeir hafa góðar fyrirmyndir. Við vorum svolítið efins það hvernig okkur gengi með þennan stóra nemendahóp í haust. Þær áhyggjur reyndust algjörlega óþarfar. Raunmæting allra nemenda í skólan var 89,6% og hef ég aldrei heyrt hærri tölur í framhaldsskólum og meðaleinkunn allra nemenda yfir alla áfanga var 7,32. Í fyrstu viku skólans skólastarfi kynnt og hópurinn hristur saman. Venjan svo að enda vikuna á 2 daga ferð en annað haustið í röð kom COVID í veg fyrir það. Hins vegar voru reglur fjöldatakmarkanir orðnar það rúmar í lok september að við gátum haldið grunnskólamótið okkar sem var vel sótt enda fjalla niður árið áður. Þetta skemmtilegt íþróttamót fyrir nemendur í 7. til 10. bekk ganga í skóla dreifbýlis og smærri bæja frá Vopnafirði til Þelamerkur. Mótið í umsjón nemenda á íþróttabraut undir leiðsögn Hnikarrs íþróttakennara og notum við tækifærið og kynnum skólan í leiðinni fyrir þessum grunnskólanemendum. Í raun vorum við mjög duglegir í skólakynningum í vetur og heimsóttum alla grunnskóla á Suðurnesjum og Austfjörðum auk þess sem allir grunnskólar á Akureyri kom í heimsókn til okkar. Og þá ótaldar allar einstakling heimskóknir grunnskólanema allsstaðar á landinu í Laugar. Þetta hefur skilað sér í mikill aðsókn í skólan og horfur ágættar í þeim efnum hvað varðar næsta vetur. Í lok október fóru 28 tilvonandi útskriftarnemar í útskriftar, menningar og námsferð til Portúgal og fóru þau Hnikarr íþróttakennari og Bjarni verkefnastjóri framhaldsskóladeildarinnar á Vopnafirði með þeim. Ferðin gekk mjög vel í alla staði og nemendur skólanum til sóma. Á leiðinni heim greindust nokkrir nemendur með COVID og landamærunum og fóru þeir í einangrun en aðgangurinn á hópnum í sóttkví. Þannig tókst að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu og veiran barst ekki aðra nemendur í skólanum. Vissulega var erfitt að vera með nemendur í sóttkví og heimavist en var engu að síður góð æfing fyrir það sem síðar kom. Í nóvember tókum 15 nemendur skólans þátt í uppfærslu Píramísar og Þispu sem leikfélag framhaldsskóla Húsavík á söngleiknum Mömmu Míu og fóru þau með mörg burðarhlutverk söngleiksins. Þetta var afar skemmtileg sýning og magnað hvernig þessi krakkar geta leikið, sungið og dansað allt á sama tíma meðan ég og í mestu vandræðum að ganga og tyggja tyggjó. Þegar kom að sýningunum voru hins vegar samkomutakmarkanir hertar til muna og því urðu sýningarnar tvöfalt fleiri en áætlað var með tilheyrandi álagi á nemendur en samt komust færri til að sjá leikritið en vildu.
Það jók svo álagið í lok nóvember var árshátíð skólans. Þar fara allir í sitt fínasta púss og njóta þeir stórkostlega matar sem eldri starfsfólkið okkar galdrar fram. Reyndar skildist mér á Halli áfangastjóra að veisluborðið í ár hefði verið lokaverkefni Kristján Cox í náminu, en hann einmitt í hópi stúdentshefna í dag. Árshátíðin var svo besta sem ég hef verið á síðan ég kom sem skólamistari og settu nemendur mikið metnað í hátíðarhöldin og ekki síst skemmtiatriði sín. Starfsmenn hafa lagt mikið upp úr því undanfarin ár að eiga besta skemmtiatriði á árshátíðinni, en þrátt fyrir nánast óaðfinnanlega flutning á jólaguðspjallinu í útfærslu Baggalúts komur starfsmenn ekki með tærnar þar sem nemendur höfðu hælana. Og eftir áramótin þá var skólastarfið hálfgerð rússíbana reið. COVID gefði innreiði í skólan nánast á fyrsta skóladegi eftir áramótin og á viku endaði rúmlega helmingur nemenda í einangrun eða sóttkví. Ónæmiskerfi starfsmanna reyndist vera betra, en hugsanlega var kossa og knústörf þeirra eftir jólafríið eitthvað minni en nemendana. Smitrakningin hvíldi á skólanum og vann starfsfólk algjört þrekvirki í henni sem og að koma mat í allan mannskapinn sem var í einangrun og sóttkví á heimavistinni. Á endanum komust við fyrir vind með afar ströngum sóttkvíarreglum þar sem allir sem höfðu umgengist nemanda með einkenni voru settir í sóttkví samstundis, en þá gat liðið alltaf sólarhringur áður en úr því fekk skorist hvort sá með einkennin væri smitaður. Einhverjum kann að þykja þetta hart fram gengið, en sá hinn sami hefur þá heldur ekki rekið heimavistarskóla. Kann ég starfsfólki mínu bestu þakki fyrir alla hjálpina, en tel á engan halla þó ég þakki eldri starfsfólki sérstaklega. Síðar á önninni, þegar öllum takmörkunum var aflétt, stakk COVID sér enn einu sinni niður í skólanum og olli þá reyndar meiri usla í starfsmannahópnum. Hvort kossa og knústörf þeirra var orðið meiri þá skal hins var ósagt látið. En þegar þarna var komið, vorum orðin svo sjóið í þessum málum að við létum okkur fátum finnast og þetta truflaði skólastarfið merkilega lítið. Í byrjun febrúar var það svo hörmulegi atburður að nemandi við skólan, Kristinn Aron Curtis Arnbjörnsson, hann Kiddi okkar, lést í slysi hann var við leik. Kiddi hafði verið í skólanum í rúman 1,5 vetur og var hvers manns hugljúfi. Hann var einstaklega hjálpsamur og leitaðist að fyrra bragði eftir að fá að hjálpa fólki og náði tengingu við alla hópa skólans. Það var mikið happ fyrir Laugaskóla að fá nemendi eins og Kidda með sitt smitandi bros og hlátur og góða skap, og í fyrra vor hlaut hann viðurkenninguna skólaþegn skólans. Þeir sem fáðu þessi verðlaun hafa lagt mikið til Laugasamfélagsins og eru ungmenni gætt þeim mannkostum sem við erum að reyna að ná fram hér á Laugum. Kiddi fékk þessi verðlaun eftir aðeins einn vetur sem afar sjaldgæft og var það samdóma álit starfsmanna að hann ætti þau mest skilið vorið 2021. Ég bið viðstadda að rísa á sætum og votta minningu Kristins virðingu sína með stuttri þögn. Þakka ykkur fyrir. Skólastarfið hélt vissulega áfram þó við tækjum tíma í að syrgja. Við fengum mikla og góða utanaðkomandi hjálp og vil ég þakka öllum sem studdu okkur á þessum erfiðu tímum, Rauða krossinum, kirkjunni, heilsugæslunni, skólasamfélaginu á Norðausturlandi, foreldrum og öllum öðrum sem aðstóðu okkur við að halda utanum nemendur og starfsfólk og koma okkur aftur á réttan kjöl. Það tókst smám saman. Og í mars héldum við tónkvíslina en hún féll niður í fyrra. Í ár voru framkvæmdastjórar tónkvíslar 2, Björg Elva Friðfinnsdóttir byrjaði, en þegar nær dró tók Sjálfbjörg Ragnarsdóttir við af henni. Báðar stóðu þessi mjög vel. Ég tel nemendur læra afar mikið af þessari keppni og þá ekki einungis þeir sem syngja, heldur líka allir hinir sem taka þátt í undirbúningunum og framleiðslunni. Nemendafélagið stóð svo fyrir 2 daga menningarferð seint í mars. Að þessu sinni var valið að kynnast alvöru menningu og því var haldið í Mývatnssveitina. Árleg skíðaferð var farin til Akureyrar og einnig brá starfsfólk sér til Napoli í skemmti- og hópheppilsferð í Dymbilvikunni. Þar var ýmislegt skoðað og brallað og fengum við enga karaóki í sal á hótelinu þar sem ýmsir spreyttu sig og söng svo glumdi allt hverfið í 4 klukkutíma. Á miðnætti kom svo hótelstjórinn til skólameistara og sagði please, last song, police coming.
Skólaveturinn endaði svo uppskjöruhátíð nemenda í byrjun maí sem og dimmiteringu og keppni milli starfsmanna og útskriftarefna. Að venju fóru útskriftarnemar halloka og það líklega vegna þess hversu fáir og daprir íþróttamenn í hópi þeirra að þessu sinni. Í raun þá þetta í fyrsta skipti sem við vinnum án þess að svindla. Mikið. Að venju hafa framkvæmdir við skólann verið þó nokkrar og síðastliðið ár og samband okkar og ekki síst Kristján húsvarðar við ríkiseignir afar gott. Svo sé farið yfir það helsta þá var Dvergasteinn málaður og utan og nýtt loftræstikerfi sett í íþróttahúsið. Aðstaðan neðri hæð eldsteins undir eldhúsinu var löguð og þar komin vísir að verkreina aðstöðu. Svo var forstofunni þrótt og flísalögð og þrótt og smán saman að breytast í alvöru sýningahús. 7. veturinn í röð rak skólinn framhaldsskóladeild á Vopnafirði í samvinnu við Vopnafjarðarhrepp og Austurbrú undir stjórn Bjarneyjar. Samstarfið gengur mjög vel en fleiri nemendur mættu stunda nám við deildina sem mikilvæg því þar geta unglingar stunda nám í heimabyggð með minni tilkostnaði en ella. Hins vegar það ljóst að skóli mun ekki geta rekið svona deild standi hugur nemenda og foreldra ekki til að stunda nám þar. Því mikilvægt að allir heimamenn styðji við svona starfsemi eftir bestu getu. Og það sama á við Laugaskóla sjálfan. Það mikilvægt að allir heimamenn styðji við hann. Það ekki sjálfgefið að skólahald verði á Laugum aldur og ævi þrátt fyrir það hafi verið hér lengi og aðsókn undanfarin ár hafi verið meiri en við önnum. Aukinni aðsókn fylgir meira fjármagn og hefur skólinn verið rekinn réttu megin við núllið í nokkur ár. Hins vegar það ekkert launungamál að ýmsir bíða eftir að okkur mistakist því þeir ásælast þennan nemendakvóta sem skólinn hefur. Öfugt við sjávarútveginn getur hvorki skólinn né samfélagið hér selt þennan kvóta heldur verður hann einfaldlega tekinn af okkur ef við höldum ekki vel á spöðunum. Því það gleðiefni að annað árið í röð munum við næsta haust fá nemendur úr öllum grunnskólum sameinuðu þinglísku fyrstudæmana. Og það mér mikið ánægjuefni að okkur hafi líka tekist að selja skólann í heimabyggð en ekki bara á Suðurnesjum og Vopnafirði. Skólinn 97 ára gamall og tókst einum gömlu héraðsskólana að lifa af samfélagsbreytingar síðustu aldar. Það var vegna aðlögunarhæfni skólans, framsýni þeirra sem að honum stóðu og samstöðu þess fólks sem býr í hinum dreifðu sveitum Þingeyjarsýslu. Í dag skólinn einstakur í framhaldsskólaflórunni á Íslandi og bestur á landinu í því sem hann að gera. Ég hef fulla trú á honum takist að vera það áfram. Við erum Laugar, við erum best. Takk fyrir. Næst þá ætlum að syngja hópsöng og að sjálfsögðu það Laugamannasöngurinn en erindum hans hefur verið dreift hér á sirka 3 stól. Pétur Ingólfsson sem lékir undir áðan ásamt Hrólfi Jóni syni hans, hann ætlar að leika undir og leiða sönginn og við stöndum að sjálfsögðu á fætur.
Og ég gerði það sjálfsögða tillitssemi minni við ykkur að syngja ekki í mikrofóninn því að mér skilst að ég hafi þó rödd í söng sem kallaður vestitenor. En næstur tekur til máls Hallur Birkir Reynisson, áfangastjóri. Hljóðs nú biðek heimsins kindir, heiðra ber og skuma fjöld, huga fylla margar myndir, minninganna skrifuð spjöld. Gæru útskriftarefni, starfsmenn og aðrir hátíðargestir. Já, þið hafið búið til margar góða minningar með verunni hér á Laugum, sem munu fylgja ykkur og okkur inn í framtíðina. Ég afar þakklátur fyrir góð kynni og samgleðst ykkur á þessum tímamótum. Lífið eitt ferðalag. Þar sem við komum á nýja staði og sjáum lífið í nýju ljósi og lærum af því, eins og Gúlíver gerði á ferðum sínum forðum daga. Hann fór til margra skrýtna staða og hitti dverga, risa og allt þar á milli. Á hverjum stað lenti hann í ótal ævintýrum, borgarastríði, fangelsisvist, bardögum við risavespur og draugagangi. En nóg af honum. Á einum áfangastaðnum hefur hlutverk okkar starfsmanna verið að veita ykkur aðstöðu og tækifæri til að þroskast og dafna sem námsmenn og einstaklingar. Þannig reyndum við að gera ykkur tilbúin til að takast á við öll þau ævintýri sem bíða ykkar á næsta áfangastað. Síðustu heilræði sem ég ætla að gefa ykkur við brautskráninguna eru þeir sem af alúð sá, uppskeru fá fína, þetta litla muna má og metnað ávallt sína. Hafðu fullt þitt heila búr, huga vel því þjálfum, vertu frekast tryggur trúr og traustur þér sjálfum. Öðrum vertu heil hjá, hjartans strengi snertu, títt á gæsku trúðu á og tillitsamur vertu. Jákvæðni í sál skal sótt og sælu kátur finni, stöðugt skaldu gefa gnótt, gleði af hér þinni. Útskriftar hér andlit góð, öll með stölti glóa, en munið alla framtíð fróð, þeir fiska mest sem róa. Já, þið skulu hafa metnað fyrir því að vera góðar manneskjur, vera trú ykkur sjálfum og takast jákvæð á við þau verkefni sem lífið mun bjóða ykkur, og þá mun ykkur farnast vel. Þó svo að leiðir ykkar munu skiljast og þið farið hvert sína leið, þá veit ég að mörg ykkar munu halda góðu sambandi og gleði skína af hvers manns andliti þegar þið hittist hér aftur, þegar þið eru afmælis árgangi. Munið að hér eru þið alltaf velkomin og við hlökkum til þess að sjá ykkur sem oftast kæru laugamenn. Og ég ætla að kveðja ykkur með þessum orðum. Ykkar vænt og sterklegt stefni, stærri lönd í framtíð sér, standa reist því stúdents efni stolt af sínum gjörðum hér. Eru fögur á að líta, okkur gera stolt í dag, upp hér setja kolla hvíta, kveðja nú með glæsi brag. Lifið heil á lífsins völlum, lukku hljótið ár og síð, gæfan fylgi gestum öllum, gleði ríki alla tíð. Takk fyrir.
Og rafmagnið? Nei. Þessu verður kippt í liðin en þetta sést nú ágætlega. Næst þá fáum við tónlistaratriði. Stúdentsefnið Björg Elva Friðfinnsdóttir syngur lag Sálarinnar hans Jóns míns undir þínum áhrifum og annað stúdentsefnið Guðný Alma Haraldsdóttir leikur undir. Yeah.
Þetta var frábært stúlkur, svo frábært að ljósin kviknuðu. Það einfaldlega gerist öðru hverju, það slær út og það tekur smá tíma fyrir ljósin að hitna. Þetta skárra á útskrift heldur en í miðjum blakleik en engu að síður vonandi hangaðu inni. En eins og svo oft áður þá eru hér árgangar eldri nemenda Laugaskóla frá ýmsum rekstrarformum skólans. Það afar ánægjulegt fyrir okkur að hafa þá með okkur í dag, en undanfarin 2 ár hefur COVID komið í veg fyrir að eldri nemendur séu viðstaddir þessa athöfn. Þessi nemendur eru hér til að hitta gamla vini og kunningja og rifja upp gamlar minningar. Karlpeningurinn rifjar gjarnar upp sögur af ferðum sínum á kvennavistina, en einhverju hluta vegna virðist aldrei hafa verið mikil eftirspurn eftir karlavistinni meðal stúlknanna. Flestir vilja svo skoða skólan og ekki síst gömlu herbergin sín og mér sýnist á svona 30 ára fresti eða svo tvöfaldist það pláss sem nemendur þurfa. Ég óska ykkur öllum til hamingju með útskriftarafmælin og gleðst yfir þeirri tryggð sem þið sýnir gamla skólanum ykkar með því að koma hér og fagna með okkur á þessari stund. Nokkrir útskriftarafgangar hafa beðið orðið og ef það vill svo til að einhver semst það hafi ekki borist mér, þá bara komið og finnið mig og þið fáið að sjálfsögðu að tala. En fyrst það fyrir hönd 70 ára gagnfræðinga og það hann Árni Bjarnason sem ætlar að tala fyrir þá. Gjörðu svo vel, Árni. Skólameistari, kennarar, stúdentar og annað fólk sem hér stað. Fyrir 70 árum útskrifaðist hópur af ungmennum hér frá Laugaskóla og gekk fagnandi út í vorið og tók til við hin ýmsu störf í þjóðfélaginu. Nú eins og gengur þá hefur strjálast mjög úr þessum hóp okkar. Mörg eru farin yfir á annað svið, blessuð sé þeirra minning. Það var gott að vera á Laugum. Þar lærði maður að treysta á sjálfan sig. Við vorum afar þæg og góð, gerðum aldrei neinar skammir af okkur, eða ég man það nú ekki. Já, það var gott að vera á Laugum. Þangað sótti ég mína lífshamingju. Og mér langar að biðja skólameistara að koma hér upp og taka við smá þökk frá okkur þessum unglingum sem hlupum hérna út fyrir 70 árum. Takk. Frábært að hafa ykkur. Þá erum við með að það gleymist það. Er það ekki best? Já, hann Árni fór nú talsveit léttara með tröppurnar heldur en ég. Þakka ykkur alveg kærlega fyrir. Þetta er algjörlega frábært. Við erum að tala um 1952. En fyrir hönd 60 ára gagnfræðinga tala Fjóla Margrét Björgvinsdóttir og Kristín Óskarsdóttir. Gjörið þið svo vel.
ágæti skólameistari og útskriftarnemendur, kæru gestir. Til hamingju með daginn. Fyrir hönd okkar 60 ára útskriftarnemenda viljum við þakka innilega fyrir að vera boðið til þessara athafnar. Við finnum öll fyrir sterkri tengingu við þennan stað og eigum margar góðar og skemmtilegar minningar héðan. Fyrir 58 árum áttum við sem hér stöndum langt ferðalag að baki. Vorum 3 sólarhringa að komast hingað, svo hægar voru samgöngur þess tíma. En við vorum samt framúrstefnulegu hugsun þetta unga fólk sem sjá má af því að í fyrsta skipti í sögu skólans voru kosnar 2 stúlkur í 3 manna stjórn Laugamannafélagsins. Við höfðum aldrei heyrt nefnt orðið feminismi. Stjóri en skólastjórinn gekk undir því nafni, lét þau orð falla að við værum nú stálheppnar að hafa Höskuld Þráinsson með okkur í stjórninni. Við skoðum nokkra gamla minningabækur sem gengu á milli herbergja í lok skólaársins við skrif þessa pistils. Þessar minningabækur eru margt líkar. Mundu öll böllin, bíóin, mjófilmurnar, hvað var mjófilma? Ball á Breiðumýri, ball í Þróttó, böllin höfðu greinilega mikla vikt, eins voru svokallaðar samdrykkjur. Ekki til að hrynja í glas eða áfengisneyslu í bönnuðum skólanum. Samdrykkjur voru nokkurs konar köku hlaðborð, allavega meira meðlæti en kvundags og drukkið kakó eða mjólk með. Þetta með böllin, við stelpurnar áttum ekki ómikið af ballfötum á þessum árum, en við hugsuðum í lausnum. Skiptumst endalaust á kjólum og pilsum hver af annarri og vorum því oftast í nýjum fötum á hverju balli. Kallast þetta ekki fataloppa í dag. Strákarnir voru í skyrtutískunni og sáust oft skjótast á laugardögum til okkar stelpna til að fá okkur í það sem greinilega þeir kunnu ekki að strauja skyrtur. Við höfðum ýmsum öðrum skyldum að gegna en að sinna náminu, þrífa skólastofur, herbergin okkar og gangana, aðstóði í borðsal og eldhúsi. Þetta var bæði skóli í bók og verkmenntum, finnst okkur við lítum tilbaka. En lífið var sko á léttu nótunum þarna og margir hrekkir, grikkir og plat í gangi. Endalaust verið að finna upp á ýmsu, gjarnan vafasömu eins og eðlilegt á þessum aldri. Stjóri Sigurður Heitin Kristjánsson var nú ekki alltaf sæll og glaður með sumt af því sem nemendur fundu upp á, en við eigum öll góðar minningar hann. Einnig það góða fólk sem kenndi og starfaði við skólann. Gaman að láta þess getið að okkar útskriftar árgangur bæði norðan og sunnan heiða hittist einu sinni í mánuði á veitingahúsum og búin að gera það í áratugi. Einnig hafa verið farnar ýmsar skemmtilegar ferðir landið. Í tilefni þessara tímamóta viljum við biðja skólameistara Sigurbjörn Árna Arngrímsson að taka við peningagjöf frá okkur sem brautskráðumst vorið 1962. Óskum hinum ágæta framhaldsskóla lögum farsældar í framtíðinni. Kæru nemendur, njótið dagsins og lífsins í botn og gangi ykkur allt að sólu. Og ég þakka aftur fyrir hönd skólans og ég veit að Sigurður Kristjánsson var hér skólastjóri lengur en nokkur annar en ég ætla að leyfa mér að vera ósammála honum og halda því fram að Höskuldur hafi verið heppinn að hafa þeir Fjólu og Kristínu með sér í Laugamannastjórninni. Nú næstur á dagskránni margverðlaunaður ræðumaður og þegar ég frétti að hann ætlaði að tala þá datt mér í huga sennilega yrði að hafa með mér bjöllu til að slá í svo hann vissi hvernig hann ætti að hætta. En svo mundi ég það að hann tók aldrei neitt mark á bjöllinu þar sem hann vann þannig að ég ákvað að sleppa því. Fyrir hönd 50 ára gagnfræðinga talar Steingrímur J. Sigfússon.
skólameistari, kæru stúdentsefni og nemendur, kennarar og starfsfólk Laugaskóla, afmælisárgangar og góði gestir. Ég í nokkrum vanda því að ég var búinn að treysta algjörlega á það að þetta yrði eins og fyrir 10 árum að Höskuldur Þráinsson yrði búinn að ávarpa fyrir hönd þess árgang sem 10 árum undan okkur. Þannig ég gæti haft þetta eins og þá að teki bara undir með honum og þyrfti ekki að bæta miklu við. Ekki svo að skilja að hér voru glæsilegir fulltrúar fyrir árganginn og Höskuldur, margnefndur nú þegar, Mývetningar sögðu okkur að hann væri kallaður Skuddi upp í sveit á sínum tíma. Hann kom nefnilega vorið 72 fyrir 50 árum, sléttir í hálfri öld þegar við útskriðumst og ávarpaði fyrir hönd 10 ára útskriftar árgangsins. Og þetta er það eina sem ég man frá útskriftarraðtöfninni. Og það er vegna þess að ég var að undrast það hvað þessi maður væri gamall. Þessi bara ríkfullorðinn kall þarna. Sem sagt 10 árum eldri en við. Þannig að maður getur nú rétt ímyndað sér hvað ykkur finnst okkur sem erum hérna 70, 60, 50 ára afmælis árgangar. En einu get ég lofað ykkur. Eitt er ég fullviss að þessi tími verður ótrúlega fljótur að líða. Það er allavega okkar tilfinning. Og þess vegna er það mikilvægt að hafa það í huga. Sérstaklega ef við tökum það nú gilt að við höfum allavega enga tryggingu fyrir því að eiga nema þessa einu ævi, að nota hana vel og muna eftir því að hún er ótrúlega fljót að fljúga hjá. Og geta eftir 50 ár, 60 ár, 70 ár litið tilbaka og verið bara sáttur við það, hvernig til tókst. Að maður hafi lifað góðu, innihaldsríku og uppbyggilegu lífi. Auðvitað er það ætlun okkar allra, þegar við leggjum að stað út í lífið, að þannig takist til. Það ætlar sér enginn að ánetjast vímuefnum og falla fá fyrir aldur fram. Það er enginn með þau plön að eyða 1/3 ævinnar á Litlahrauni. En því miður fer þannig hjá sumum, við vitum það. Ég ætla nú ekki að fara að predika, en ég er ekki prestur og ekki einu sinni stjórnmálmaður lengur, bara fyrrverandi eitthvað. En ég vil samt segja þetta við ykkur. Hafið þið þetta í huga að reyna að nýta þessa ævi vel og fá sem mest út úr henni, gleðjast, njóta lífsins, vera ung og áhyggjulaus eins lengi og mögulegt er. Jafnvel þó að alls konar ógnir steðji að, hlýnun jarðar, ömurlegt stríð í Evrópu sem getur gert alla bara þunglinda. En þannig hefur hann reyndar alltaf verið. Á okkar tímum var hörmulegt stríð í Víetnam og menn trúðu því margir að heimurinn væri að farast í kjarnorkuógn. En það á að vera gaman og gott að vera ungur með allt lífið framundan og þó að ykkur finnist kannski að þið séu skítblöng, þá eru þið samt rík, ofboðslega rík af þessu leyti að þið eigið heila ævi og vonandi góða framundan og notið hana bara sem best. Gamall frændi minn, Aðalsteinn Jónsson á Eskifirði, hann fékk snemma viðurnefnið Alli ríki. Hann var nú ýmist skítblankur og við það að fara á hausinn eða ríkur, en hann stóð fyrir miklum umsviðum og þetta nafn festist við hann. Hann var alinn upp í sárri fátækt og missti föður sinn ungur, en hann vann merkilega úr sínu lífi og var heldur betur en enginn fyrir sinn heimastað Eskifjörð. Það var tekið við hann viðtal þegar hann var rúmlega 70 ára ungri blaðakonu og hún spurði svolítið svona bernst, er ekki ofboðslega gaman að vera svona ríkur? Og Alli svaraði, ég er ekki ríkur góða mín, þú ert rík, þú átt allt lífið framundan. Í þessu er nú dálítið speki. Þannig að reynum að fara vel með þessa ævi okkar og ég ætla að koma því hérna að sem er yndislegt að geta sagt frá því að við þessir 50 manna hópur sem útskriðumst hérðan vorið 72, við vitum ekki til þess að neinn okkar sé fallinn frá. Það hlýtur að teljast áltið sérstakt og við getum verið þakklátt fyrir það. Þannig að því ekki farið til dæmis með árganginn sem 4 árum seinna útskrifaðist úr Emma, mjög mörg okkar frá Laugum fórum beint þangað, þar komin heilmikil skörð. Þannig að gæfan hefur fylgt okkur þessum hópi sem læðast að út í lífið hérna 72. Ég er Laugaskóla óendanlega þakklátur fyrir árin mín 2 hér
Ég er þeirra skoðunar að það sé fátt betra en að taka svona milli skref á leiðinni út í lífið eins og að njóta þeirra gæfu að vera í góðum heimavistarskóla, í öruggu umhverfi. Við vorum nú engir óskaplegir heimsborgarar flest sem týndust hérna saman úr sveitum Þingeyjarsýslu frá Eyjafirði, Grímsey og auðvitað héðan og þaðan. Við vorum bara sveitakrakkar sem höfðu nú ekki séð mikið af heiminum og það var gott að taka þetta skref svona út í lífið. Sjálfur hafði ég komið tvisvar, þrisvar til Akureyrar þegar ég kom hingað í Lauga, aldrei til Reykjavíkur og fór reyndar ekki til útlanda fyrr en ég var 19 ára. Þannig var heimurinn í þá daga. Þetta er auðvitað allt saman verulega breytt en engu að síður vona ég og trúi því að það hafi verið gæfuspor fyrir ykkur, kæru stúdentsefni að vera hérna á Laugum. Og mikið óskaplega er það gaman og rétt hjá skólameistara. Það er stórmerkilegt hversu vel hefur tekist til hér með skólahaldið á Laugum. Að við skulum eiga þetta merkilega og góða menningarsetur ennþá sem svona mikil reisn er yfir starfseminni er mikil lán. Fyrir það getum við Þingeyingar verið þakklátir og öllum þeim sem þar hafa lagt að mörkum. Nú held ég að þessi predikun fari nú að verða nógu löng og ég ætla að biðja skólameistara sömuleiðis að koma hérna upp og taka við litlum þakklætisvotti frá okkur 50 ára landsprófs- og gagnfræði nemum á Laugum 1972. Já, Steingrímur segist hættur í pólitík en við erum alltaf ekki hægt að hafa útskrift öðruvísi en að fá að minnstakosti einn pólitíkus og fyrir hönd 30 ára gagnfræðinga talar Árni Pétur Hilmarsson en hann er einmitt í framboði í dag. Gjörðu svo vel, Árni Pétur. Ágæta samkoma, gestir, nemendur, kennarar, útskriftarnemar og skólameistari. Ég heiti Árni Pétur Hilmarsson og ég var nemandi í framhaldsskólanum á Laugum frá 1991 til 1993. Við 76 árgangurinn fögnum við 30 ára útskriftarafmæli úr 10. bekk á Laugum í dag. Það var sem sagt árið 1991 sem ég nemandi í 9. bekk mat stöðu mína þannig að ég væri hreinlega of svalur fyrir Hafralækjarskóla þrátt fyrir það að nýlega mætti klára 10. bekkin þar. Þannig að mér langaði að taka auka skrefið og leyfa öðrum að njóta þess hvað ég væri ótrúlega frábær. Það var því stór áfall fyrir mig. Nýnema í 10. bekk að koma hér á Lauga og uppgötva að ég var ekki það besta sem hafði komið fyrir í heiminum. Við sem sagt vorum 23 feimin ungmenni allstaðar að landinu sem vorum flest að hittast í fyrsta sinn sem hófum skólagöngu okkar saman hér í 10. bekk á Laugum. Við urðum fljótt ótrúlega góður hópur og náðum ágætlega saman. Ég gafst þó ekki alveg upp við það að reyna að ná stöðunni við það að vera svalur. Ég lærði bæði að reykja og drekka hér og stundaði það nokkur kappi. Nú, fljótlega tókst góð og ágætt vinátta með mér og Haraldi Sverrissyni sem var heimamaður og við brölluðum ýmislegt saman. En þar sem að Halli var heimamaður þá mátti enginn vita, hann reykti. Þannig að ég lærði hér á alla felustaði og allar holur hér á landaregninni, gamlar kartöflugeymslur og alls konar, þar sem að við Haraldur fórum og földum okkur við reykingar. En til ykkar krakkar í baksýnisspeglinum og þá virkaði þetta plan með ekkert sérstaklega á kúlfaktorinn. Þannig að ég sé ennþá eftir því að hafa ekki nýtt mér betur þá frábæru íþróttaaðstöðu sem að hér var. Og svo er líka bölvabrasa hætt að reykja. En ég var líka samtíða Bjössa skólameistara hér á Laugum. Bjöss er 3 árum eldri en ég. Og ég var aldrei alveg viss hvað ég ætti að halda þennan mikið óvirka mann. Bjössi hefur alla tíð verið mjög fylginn sér, duglegur og sótt markmið sín fast. Ég man að ég vissi ekki alveg hvort ég ætti að vera fullur aðdáunar þegar hann alveg sama hvernig viðræði þráttir að vera í stórhríð úti, þá sett hann húuna niður í augu og fór út að hlaupa. En ég man það hins vegar að einu sinni fórum við Bjössi saman í keppnisferð í Blaki og þá sá ég stjörnur fyrir Bjössa. Þannig að þegar var verið að skipta mér inn á fyrir Bjössa, þá ætlaði Bjössa að hvetja mig, gekk upp á mér og skallaði mig þar sem ég var að labba inn á völlinni.
En það er vissulega gott að heimta Sigurbjörn Árna aftur heim í hérað og við erum góðir vinir í dag. Nú, Haraldur Sverrisson, það er þessi sem var að komast að því að sonur hans reykti sem unglingur, er eini kennarinn sem starfar hér, Sverrir Haraldsson. Ég horfði beint í augun á Sverri og sagði Haraldur, afsakaðu. Er eini kennarinn sem starfar hér ennþá að þeim kennarhópi sem hér var við störf þegar við stönduðum nám. Fyrir utan reyndar Freydísi systur, en svo flotta konan og svo ung og á það langan feril eftir að ég tala bara til hennar eftir 30 ár hérna. En jú, reyndar sé ég að Kristján, hann var reyndar ekki kennari en hann var vissulega á laugum, nýtekið í mötuneytinu. Gaman að sjá að það tók hann 30 ár að útskrifast. En mér langar að segja nokkur orð Sverri, þar sem ég veit að Sverrir er að láta störfum. Og í dag starfa ég sjálfur sem kennari og mitt mat á Sverri er það að hann er einn af þessum mönnum sem er hreinlega skapaður í starfið. Hann hefur mikið langlundar geð, hann er alltaf til í að gefa sér tíma til að rökræða, hvetja og hjálpa. Yfir honum er þessi ró og þetta fas sem lætur jafnvel hörðustu unglinga hlusta og taka eftir. Nú Sverrir var á sínum dálítið undan sinni samtíð myndi ég segja, vegna þess að það snýrist ekki allt bókina og ég man eftir að hafa átt rökræður við hann það að ég gæti ómögulega mætt í tíma vegna þess að ég þyrfti að fara að gera við vélsleða. Og ég man að Sverrir sagði við mig að vissulega væri lærdómur örugglega falinn líka í því að læra að gera við vélsleða. En ég þyrfti að sjálfsögðu að skila mínu þrátt fyrir ég færi að gera við vélsleðan og við það fór ég og mætti ekki tíma. En mér langar að biðja Sverri aðeins að koma hér upp og eins nokkra félaga mína hér á hópnum og við ætlum að færa Sverri smá virðingarvott fyrir hans störf. Ég náttúrulega gerði mér ekki grein fyrir því hérna með diskóljósin að það þyrfti að gefa pening, þannig að vera hægt að hafa ljósin logandi hérna Bjössi. Haraldur sem sagt fær frá okkur blóm og síðan fær hann minningarorð frá skrifuðu sem sagt fyrrverandi nemendur hans úr okkar hópi til hans. Er það 70 ár síðan þú útskrifast það? Já. Harald, kæra þakki fyrir okkur. Takk fyrir mig. Já, þakka þér fyrir Árni Pétur, þetta var vel til fundi hjá okkur, en það er nú svo þetta með að Árni Pétur var svo stjarfur þegar hann var skiptinn á Blagköllin að ég sá að það þyrftu einhvern veginn að reyna að koma í gang. Það var nú bara þannig. En næst talar fyrir hönd 10 ára stúdenta Björn Grétar Baldursson. Kæri skólameistari, kennarar, útskriftarnemendur og aðrir gestir. Já, ég heiti Björn Grétar og var hér fyrir 10 árum og ég mun taka í svipaðan streng og segja að mér líður eins og þetta hafi verið í gær. Ég trúi ekki að ég hafi verið 10 ár síðan ég útskrifaðist héðan og satt þá hérna fyrir neðan. Tíminn er nú heldur betur fljótur að líða. Og ég hlakka til að geta staðið hérna eftir 30, 50, 60 og jafnvel 70 ár og haldi aftur einhverja ræðu. Ég var beðinn að tala hérna fyrir okkar hönd og eins og ég segi, mér finnst það svo stutt síðan að við vorum að hlaupa hérna á milli tíma. Við vorum það lukkulega að það var komin núna stelpur og komnir í sama heimavesti og við, þannig við þurftum ekki að fara í sérstakar vist til að brjótast þar inn, það voru bara í næstu dyr við hliðina á. En þetta eru sögur sem ég fæ vegna þess að ég er frá Laugum og var þar lendi heima hjá mömmu og pappa. Það var ekkert spennandi í næstu dyr við hliðina á.
Framhaldsskólinn á Laugum ekki eins og aðrir framhaldsskólar, eða það mín upplifun. Þetta minni skóli, hérna þéttara samfélag, þar sem allir þekki alla. En það sem mér fannst oftast einkenna þennan skóla voru kennararnir og þeirra vilji til þess að halda utan okkur og hvetja okkur áfram. Ég var einn af þeim sem átti stundum svolítið erfitt með að læra og ég þakkaði þeim oftast þann skilning að það var aldrei sagt að þetta ein leið til þess að læra og komast að þínu markmiði. Þegar ég sagði, ég skil þetta ekki, þá var oft tekið utan og sagt, heyrðu, þú virðist ekki skilja þessa leið sem verið að kenna. Við skulum finna nýja leið og komast að þeirri markmiði og þannig var það gert. Það var alltaf fundin og það var alltaf vilji til þess að finna og aðstoða okkur til að ná okkar markmiðum. Það sem var náttúrulega líka hægt að segja og ég fekk náttúrulega margar sögur af því sem gerðist á vistinni. Því að ég náttúrulega eins og ég sagði, ég var ekki þar. Ég var heima með pabba mínum. Ég get ekki sagt þetta. Ég get ekki sagt frá þessu. Ég má alls ekki segja frá þessu. Það var gaman greinilega. Og eins og margir aðgangar hérna vita. En þetta þessi formúla og ég ætla nú alltaf að halda við þessa formúlu að það til fleiri en ein leið til að ná þeim markmiðum sem við setjum okkur. Og þessi skóli svo sannarlega sýndi það. Mér langar til að biðja skólameistara að koma að taka við smá gjöf frá okkur 10 ára stúdentsnemum. Þakka þér fyrir, Björn. Og þá komið að 5 ára stúdentum, en fyrir þeirra hönd talar Daníel Örn Sólveigarsson. Kæru gestir, mikið var ég glaður þegar ég fekk boð að koma hingað í dag. Ólýsanlega góð tilfinning að koma aftur á þennan stað. Þetta svipið tilfinning og þegar maður kom hingað í fyrsta skiptið, mjög spenntur, nema þá vissi ég ekkert út í hvað ég var að fara. Ég veit ekki ennþá af hverju ég ákvað að koma á Laugar, en ég get staðfest í dag að þetta langbesta ákvörðun sem ég hef tekið. Að flytja 16 ára heimaðist stórt skref fyrir flesta, en við sem fórum á Lauga vorum svo heppin að hérna var yndislegt starfsfólk sem tók á móti okkur. Það búið að vefjast mikið fyrir mig hvernig ég á að koma því orð hvernig tíminn á Laugum var, svo ég ákvað að skrifa lista með því besta, sem hljómar svona. Þriðjudags hamborgarar, þriðjudags píta, þriðjudags tortilla, grjónagrautur á föstudegi og svo ís á mánudegi. Það var upptalið. Öllu gríni sleftu þá komu upp margar minningar hérna, sérstaklega hérna inni. Íþróttalífið á Laugum auðvitað eitt stærsti parturinn af lífinu í skólanum. Svo auðvitað tónlistin. Magna hvernig svona lítill skólinn að búa til jafn flottan viðburð. Ég horfði á tónlistinni ár og sá að það ennþá langflottasta undankeppni fyrir söngkeppni Farmandaskólana. Það var margir frábæri tónlistamenn tekið sín fyrstu skref í tónlistinni. Þar ber helst að nefna Birgittu Haugdal og Kristján og Lundana. Við sem fórum í gegnum þennan skóla vorum mjög heppin með kennara og aðra starfsmenn sem voru alltaf tilbúinir að aðstoða, hvort sem það var í skólanum eða utan skólatíma. Ég get ekki nefnt hversu oft ég var komin heim í sumarfrí þegar ég fekk símtöl frá kennurum að bjóða mér að klára eitthvað verkefni svo ég nái áfangunum alveg örugglega. Það sýnir að þeim alls ekki sama. Það sem stendur upp úr hjá mér klárlega þeir vinir sem maður eignaðist hérna. Hérna kynntist ég öllum mínum bestu vinum og það verður eflaust eins hjá ykkur. Hópurinn sem útskrifaðist með mér að gera fjölbreytta hluti í lífinu í dag. Sumir hafa náð langt í námi og aðrir gert vel í atvinnulífinu. En það ótrúlega margt sem ég sakna frá tímanum hérna og kæru útskriftarnemar, því miður þá þið búin að topp í lífinu núna eða fer allt niður á við eftir þetta. Djók. Þetta rétt að byrja hjá okkur. Ég vil hvetja ykkur í að taka allt það góða sem þið lærðu hérna með ykkur í næstu skref í lífinu. Það mun hjálpa ykkur mikið. Ég kom ekki með neina gjöf, ég bara millifæri eitthvað áður pissa eftir. Takk fyrir mig. Já, eins og Daníel sagði þá tók á móti honum hér afar gott fólk. Svo kom ég og hann ákvað að drífa sig í burtu snarasta. Þá held ég því lokið að
eldri árgangur ávarpa okkur, er ég að gleyma einhverjum? Svo er ekki. Þá mun Eyrún Anna Jónsdóttir, útskriftarnemi, syngja lagið Lítill fugl, en lagið er eftir Sigfús Halldórsson og textin eftir Örn Arnarsson, og aftur er það útskriftarnemin Guðný Alma Haraldsdóttir sem leikur undir. Þakka ykkur fyrir stúlkur, aftur frábært og alveg magnaða ár eftir ár, þá þarf ég aldrei að vera með neinn skemmtiatriði á þessari útskrift því að ég er alltaf með í hópi útskriftarnema þvílíka listamenn og snillinga. En það hefur komið svo venja á að veita þeim starfsmönnum sem hafa starfað við skólan í 10 eða 20 ár viðurkenningar. Þær hafa verið veittar við ýmis tækifæri og meðal annars skólaslit. Birna, Sigga, Conny og Tóta viljið koma hérna upp. Birna Björnsdóttir, hún hóf störf við skólan haustið 2002 en hafði veturinn áður verið í stundakennslu við hann. Birna hefur fyrst og fremst sinnt kennslu í félagsgreinum og dönsku í gegnum tíðina og verið viðtaki félagsstjórum kennarafélagsins.
Hún fær gullmerki skólans fyrir 20 ár í starfi. Nú eins og þið tókuð eftir þá afhendi henni bara merkið. Það var nú svo þegar ég fór að klippa klaufirnar á Geldfinni hjá mér í vor að ég ákvað það að það myndi ekki miðið aðfarirnar þá að þá myndi ekki nokkur maður vilja að ég myndi næla nokkuð skapaðan hlut í barminn á honum. En ég er þannig handlagður. Sigríður Sveinbjörnsdóttir hóf líka störf haustið 2002 í mötuneyti skólans og hefur starfað þar allar götur síðan. Sigga er afar vandvirk og nákvæm og ef svo ólíklega vill til að eitthvað mistakist þegar hún bakar marinn sinn, þá eyðilagst aldrei nema einn í einu. Hún fær gullmerki skólans fyrir 20 ár í starfi. Conny Maria Cuesta Smídl kom hingað frá menntaskólanum á Laugarvatni haustið 2012 þegar hún réð sig hér sem þýskukennara. Hún hefur sinnt þeirri kennslu auk þess sem hún kenndi ensku og jarðfræði einn vetur. Hún fær silfurmerki skólans fyrir 10 ár í starfi. Þórunn Sigtryggsdóttir var ráðin við skólan haustið 2012 sem fjármálastjóri og hefur fjárhagur skólans batnað í tíð hennar enda er hún afar nákvæm og lítið fyrir að þurfa að borga dráttarvexti. Eftir að núverandi skólameistari tók við, bættist uppeldið á honum við störf Tótu og er ekki við kennarann að sakast það sem miður fer í mínu störfum heldur tornæmi nemandans. Hún fær silfurmerki skólans fyrir 10 ár í starfi. Laugaskóli hefur verið mjög heppinn með starfsfólki gegnum tíðina og helst okkur nokkuð vel á starfsfólki. Engu að síður hugsar fólk sér stundum til hreyfings og núna eru 3 sem kveðja okkur fyrir fullt og allt, eða allavega í bili. Hanna Sigrún Helgadóttir hóf kennslu við skólan árið 2011 sem nýútskrifaður raungreinakennari og hefur kennt þær nánast allar á Laugum. Efnafræði og líffræði hvers konar voru samt hryggjarstykkið í kennslu hennar hér. Einnig sinnti hún félagsstörfum nemenda og var með umsjón með tónhvísl. Síðastliðinn vetur var hún í leyfi og kenndi efnafræði í menntaskólanum á Akureyri og hún hefur ákveðið að halda áfram þar og hefur sagt stöðu sinni lausu. Hanna, viltu koma hér upp og veita þakklætisvotti frá skólanum viðtöku? Guðmundur Smári Gunnarsson kom í Laugar með Hönnu til að stunda doktorsnám sitt í líffræði en var fljótlega farinn að kenna við skólann. Gummi kenndi hér aðalega líffræði og stærðfræði en sinnti einnig eðlisfræðikennslu. Auk þess hlaut hann styrk til að stunda rannsóknir á líflíki Ragsár og breytti því í áfanga fyrir nemendur á 4. hæfniþrepi sem er háskólahæfniþrep. Gummi var eins og Hanna í leyfi síðastliðinn vetur og vann sem slökkviliðsmaður á Akureyri. Hann hefur ákveðið að segja stöðu sinni lausu og biðja hann að koma hér upp og veita þakklætisvotti frá skólanum viðtöku. Sverrir Haraldsson hóf kennslu við skólan árið 1986. Hann var 70 í mars síðastliðnum og verður að láta á störfum sakir aldurs þrátt fyrir að vera í fullu fjöri. Sverrir hefur kennt í 40 ár og skilað ævistarfi sínu hér á Laugum og það góðu ævistarfi. Hann kendi mér þegar ég var hér á Laugum bæði sögu og dönsku og kendi mér að glósa. Í dag heitir það að kenna námstækni.
Þessa glósutækni notaði ég gegnum allt mitt nám og lagði hún ánefa grunninn að þeim árangri sem ég þó náði í námi. Auk þess að kenna sögu og dönsku hefur Sverrir gegnt ýmsum trúnaðarstörfum í Laugaskóla og hefur til að mynda verið bæði áfangastjóri og námsráðgjafi. Síðastliðinn áratug að svo hefur hann verið brautarstjóri almennrar brautar og hefur haldið utan um þá nemendur sem og foreldra þeirra með bara miklum bravúr. Þess má svo til gamans geta að á uppskeruhátíðinni núna í maí kusu nemendur Sverri starfsmann ársins. Sverrir, viltu koma hér upp og veita þakklætisvotti frá skólanum viðtöku? Og svo það nú svo að Arnór Benónísson hefur fengið leyfi næsta vetur til þess að kenna við Menntaskólann á Akureyri og það mér afar mikið ánægjuefni að Menntaskólinn á Akureyri skuli ásælast kennara mína með þeim hætti að þeir fara héðan svona einn af öðrum. Þeir kenna þá vonandi mennskælingum eitthvað að viti og svolítið það hvernig gott að hafa skóla. En núna komið að stundinni sem flestir hafa beðið eftir, allavega þeir sem hér fyrir framan mig sitja. Það sem sagt útskriftin sjálf. Og ég vil biðja útskriftarefnin að koma og veita skírteini sínu viðtöku. Aðalheiður Þiðriksdóttir hefur lokið stúdentsprófi að kjörsviðsbraut með hússtjórn sem kjörsvið. Ari Ingólfsson hefur lokið stúdentsprófi að náttúruvísindabraut. Arnþór Máni Böðvarsson hefur lokið stúdentsprófi af íþróttabraut. Árni Fjalar Óskarsson hefur lokið stúdentsprófi á íþróttabraut. Ásgeir Bogi Arngrímsson hefur lokið stúdentsprófi að kjörsviðsbraut með biðlavirkjun sem kjörsvið. Benedikta Diljá Pétursdóttir hefur lokið stúdentsprófi að félagsvísindabraut. Bergþóra Marín Sveinsdóttir hefur lokið stúdentsprófi að náttúruvísindabraut.
Birkir Þór Karlsson hefur lokið stúdentsprófi á íþróttabraut. Birkir gat ekki verið með okkur hér í dag en ég bið ykkur að klappa fyrir honum. Birna Eivör Jónsdóttir hefur lokið stúdentsprófi á kjörsviðsbraut með listir sem kjörsvið. Birna gat heldur ekki verið með okkur hér í dag og ég bið ykkur að klappa fyrir henni. Björg Elva Friðfinnsdóttir hefur lokið stúdentsprófi á félagsvísindabraut. Björgvin Geir Garðarsson hefur lokið stúdentsprófi á íþróttabraut. Og þið sjáu að það tekur langan tíma, við erum bara í B-unum ennþá. Dagný Alda Hauksdóttir hefur lokið stúdentsprófi á íþróttabraut. Elín Ívarsdóttir hefur lokið stúdentsprófi á kjörsviðsbraut með hjúkrunarfræði sem kjörsvið. Erla Rós Ólafsdóttir hefur lokið stúdentsprófi á íþróttabraut. Eyrún Anna Jónsdóttir hefur lokið stúdentsprófi af félagsvísindabraut. Guðmundur Gígar Sigurbjörnsson hefur lokið stúdentsprófi af íþróttabraut. Það getur svo sem vel verið að hann hafi náð stúdentsprófinu en þið sáu að hann féll í hárklippingu. Guðný Alma Haraldsdóttir hefur lokið stúdentsprófi af kjörsviðsbraut með tónlist sem kjörsvið. Guðrún Birna Þórarinsdóttir hefur lokið stúdentsprófi af náttúruvísindabraut. Hafdís Hjaltalín Hafliðadóttir hefur lokið stúdentsprófi af íþróttabraut.
Hanna Gerður Jónsdóttir hefur lokið stúdentsprófi af íþróttabraut. Henný Gíja Guðbjörnsdóttir hefur lokið stúdentsprófi af félagsvísindabraut. Hera Marín Einarsdóttir hefur lokið stúdentsprófi af félagsvísindabraut. Hilmar Örn Sævarsson hefur lokið stúdentsprófi af íþróttabraut. Ingunn Elsa Apel Ingadóttir hefur lokið stúdentsprófi af íþróttabraut. Jón Vilberg Böðvarsson hefur lokið stúdentsprófi af íþróttabraut. Kristján Guðmundsson hefur lokið stúdentsprófi af kjörsviðsbraut með matreiðslu sem kjörsvið. Við Kristján komum hérna saman 88 og erum báðir hér enn. Og það er gaman með Kristján að hann er sem sagt, þetta er fyrsta fjölskyldan sem öll útskrifast öll með stúdentspróf frá Laugum. Ragnar konan hans og börnin þeirra 3 hafa líka útskrifast hérna þessi stúdentar. En ég sagði nú með þennan hóp í gær ef þau klúðruðu stafrófinu að þá myndi ég ekki útskrifa þau og þeir nafnar hafa víxlað G og Jóði í eftirnöfnunum, en næstur er Kristján Helgi Jóhannesson sem hefur lokið stúdentspróf af félagsvísindabraut. Ragnhildur Sól Guðmundsdóttir hefur lokið stúdentsprófi af félagsvísindabraut.
Salbjörg Ragnarsdóttir hefur lokið stúdentsprófi á náttúruvísindabraut. Silvía Rún Eskilsdóttir hefur lokið stúdentsprófi á félagsvísindabraut. Þórdís Jónsdóttir hefur lokið stúdentsprófi á kjörsviðsbraut með uppeldisgreinar sem kjörsvið. Þess má til gamans geta að Eyrún sem söng hérna áðan og var útskrifast dóttir Þórdísar og þetta í fyrsta skipti sem útskrifum mæðgur, mér vitanlega. Þórdís og líka tengdason í hópnum en hún hefur ekkert verið að flíka honum. Ég óska ykkur hjartanlega til hamingju með stúdentsprófið og bið ykkur að rísa úr sætum. Ja, þið megið sitja áhörendur, þið er aðalega að hugsa stúdentstefnin. Og setja upp húfurnar ykkar. Gjörið svo vel að fá okkur sæti. Venja er að á þessum tímapunkti að ég sem skólameistari gefi nýstúdentum einhver heilræði. Mér hefur alltaf fundist það skrítið því að þó svo að Tóta sé búin að gera sitt besta til að ala mig upp sem skólameistara er alltaf stutt í fíflaganginn hjá mér. Í raun held ég að mér detti í hug meiri vitleysa heldur en þessum hópi sem situr hérna fyrir fram að mig og spurningi hvort að ráðleggingarnar ætti ekki að ganga í hina áttina. Engu að síður hef ég hlakkað til þessara stundar í næstum 3 ár. Stundanirnar sem þið brautskráist. Stundarinnar þar sem þið sitjið símalaus fyrir fram að mig og verðið að hlusta því þið getið ekkert annað. Á hinn bóginn hef ég kviðið þessari stund því þið eru hópurinn sem hjálpuði mér að breyta skólanum og færa hann þangað sem ég vildi hafa hann. Vissulega höfðu þið ýmsar góðar fyrirmyndir í eldri árgöngum en þið eruð engu að síður besti hópurinn sem ég fengið hingað. Hópur sem var iðinn og samviskusamur, skynsamur og ekki síst hópur sem hægt var að etja á hvað sem fyrir varð. Þið settu bara undir ykkur hausinn og rukuð af stað. Þið eru hins vegar ekki gallalaus og þið þarna sem settu upp heita pottin fyrir utan Draugastinn í vor til að flexa á tanna því megið gjarna fara að skila garðslöngunum minni. Ég reynir nú að veita ykkur einhver ráð sem eru jú svipuð þeim og ég veit hverjum útskriftarhópi.
Og í raun hef ég í samtölum við ykkur gefið ykkur þessi ráð í bútum alla ykkar skólagöngu. Samtölum sem ég haft gaman af og lært af. Ég vil byrja á að segja að almennt eru þið skynsamlega þenkjandi fólk sem taki vel rökum og geti skilið stóru mikilvægu atriðin frá þeim smáu. Þið hafa verið í skólanum eitthvað trú og skilið mikilvægi þess að af honum og þar með ykkur fari gott orðspor. Það þýðir ekki að þið gerið ekkert skemmtilegt, nei að þið gerið ekki mistök. Allir gera mistök, en þið hafið reynt að breyta rétt og hafið verið duglega að viðurkenna mistök ykkar og biðjast afsökunar á þeim, og með því verðið menn meiri. Að viðurkenna mistök ekki veikleikamerki, heldur þvert á móti merkjum styrk en jafnframt auðmýkt. Ekki þræta fyrir mistök, hvað þá að kenna öðrum þau. If you can't do the time, don't do the crime. Í framtíðinni ólíklegt að farið verði jafn mildum höndum ykkur og gert var hér á Laugum. Síðastliðna vetur hef ég ásamt foreldrum ykkar og öðrum starfsmönnum hér, sem sumir jú vissulega foreldrar ykkar líka, reynd að hjálpa ykkur og þroskast úr barni í fullorðin einstaklinga. Það hefur verið einstaklega gaman að sjá framfarir í þeim þáttum sem gerir ykkur að manneskjum og gerir ykkur kleift að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi 21. aldarinnar. Ég vil hvetja ykkur til frekara náms því það þroskar ykkur og fjölgar möguleikunum. Lærið það sem þið hafið áhuga á því þannig munið þið hafa meiri ánægju í starfi. Það mikilvægt að þið gerið ykkur grein fyrir því að viðhorf val. Þið getið valið það hvaða viðhorf þið hafið til hlutana. Hvort glasið sé hálffullt eða hálftómt. Það mun auðveldar að komast í gegnum lífið með jákvæðu viðhorfi heldur en að vera sífellt að velta sér upp á neikvæðu hlutunum. Það nefnilega ótrúlega erfitt að fara á kvartbuxunum í gegnum lífið. Það ákveðið viðhorf að mæta vel í skóla og vinnu. Það ákveðið viðhorf að fara eftir þeirra reglur sem samfélagi setur sér, hvort heldur sem að ræða áfengisreglur á heimavist eða reglur hraðakstur. Og það ákveðið viðhorf að móðgast ekki, jafnvel þó tilefni sé til. Það alltaf val að líta hlutina í ákveðum augum og í Guðs bænum gerið ekki hverja steinvölu sem á vegi ykkar verður og lífsliðinni að ásteyting steini. Munið að þið þurfið og eigið að standa með sjálfum ykkur, en jafnframt getið þið verið ákveðin og staðið með sjálfum ykkur án þess að vera með yfirgang, frekju og dónaskap. Það kostar nefnilega ekkert að vera vingjarnlegur eða næs. Þið tapið heldur aldrei á því að gera fólki greiða. Það gerir nefnilega engin neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt. Og þið munið fá alveg ótrúlegustu hluti með því að biðja fallega þá. Og til langs tíma munið þið ná lengra með vinsemd og tillitssemi og með því að ganga á undan með góðu fordæmi heldur með frekju og látum. Lærið að temja ykkur auðmýkt og kurteisi. Verið ánægð með það sem þið gerir vel og þakkið gott hrós og lærið að taka hrósi fyrir velunni störf. Gleymið samt ekki þeim sem í kringum ykkur eru, þeim sem ruddu brautina, né á hverja herðum þið standið. Þakkið því fyrir það sem gert fyrir ykkur og gerið ekki öðrum erfiðara fyrir að vinna störf sín. Hjálpið þeim frekar og byrðið virðingu fyrir störfum þeirra. Munið að þið eru ekki hafin yfir að vinna nokkurt verk. Það og skítverkin, þau tilheyra ekki endilega öðrum en ykkur. Ef þið viljið bæta alheiminn, byrjið þá að nafla hans ykkur sjálfum. Sýnið aðgát í nærveru sálar og biðjist afsökunar verði ykkur á. Það gerir mjög mikið fyrir þann á hvers hlut þið hafi gert, auk þess sem erfitt að vera reiður þeim sem viðurkenni mistök sín og biðst velvirðingar á þeim. Ég hvet ykkur til að setja markið hátt og munið að enginn getur tapað nema sá sem á möguleika á að vinna, en jafnframt að sá sem ekki vonast eftir sigri hefur þegar tapað. Á tímamótum stendur stúdentsfengur, staðfestur í útskrifaðra tölu, því lífið heldur áfram eins og gengur og engin séns að vera á Laugum lengur, en mundu að sál þín aldrei til sölu. Kannski seinna kíkir þú tilbaka, klukka lífstíns lengi hefur tifað, eða eigi hefur unni neitt til saka og ekkert gert sem baka viltu taka, þá til góðs lífið þínu lifað. Ég hef haft mjög gaman að því að hafa ykkur, takast á við ykkur, læra af ykkur og spjalla við ykkur undanfarna vetur. Ég þakka ykkur samveruna og óska ykkur velfarnaðar og gleymið aldrei hvað þið eruð heppin að hafa verið hér á Laugum. Eitt sinn laugamaður, ávallt laugamaður. Og
þá komið að því að verðlauna nýstúdentana fyrir námsárangur og stúdentsprófi og annað framlag til skólasamfélagsins hér á Laugum. Eins og áður hefur komið fram hér afar sterkan hóp að ræða bæði náms- og félagslega og því var valið óvenju erfitt í ár. Ég ætla að biðja nemendur, þegar ég segi nafnið þeirra, að koma hér upp. Ingunn Elsa Apel Ingadóttir. Ingunn fær viðurkenningu fyrir góðan árangur í íþróttafræði sem og ástundun og árangur í íþróttum við framhaldsskóla á Laugum voru 2022 og það eru Jarböðin sem gefa þessi verðlaun. Hafdís Hjaltalín Hafliðadóttir. Hafdís fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í dönsku og stúdentsprófi við framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og það er danska mennta- og menningarmálaráðuneyti sem veitir þessi verðlaun til þess nemenda sem hefur skarað fram úr í dönsku. Hera Marín Einarsdóttir. Hera fær viðurkenningu fyrir gott starf að félagsmálum við framhaldsskólann á Laugum vorið 2022 og það er þingeyjarsveit sem gefur verðlaunin. Hera hefur setið í stjórn nemendafélagsins í 2 vetur. Þann fyrri var hún íþróttastjóri en í vetur gegndi hún starfi varaforseta og þar með ritara. Hera er ein af þeim sem vinnur verk sín hljóð en það gengur svo sannarlega undan henni. Jón Vilberg Böðvarsson. Jón Vilberg hlýtur viðurkenningu fyrir gott starf að félagsmálum við framhaldsskólann á Laugum vorið 2022 og þingeyjarsveit gefur þessu verðlaun. Jón kom inn í stjórn eftir hálft ár í skólanum og hefur setið þar samfleytt síðan. Fyrst sem kynningarstjóri en síðastliðinn vetur var hann forseti nemendafélagsins sem slíkur stýrði hann bæði bestu árshátíð og uppskeruhátíð sem hafa verið hér síðan ég tók við sem skólameistari. Og það má segja að Jón sé búinn að vera jafn lengi í prósentum af sínu skólaferli í stjórn nemendafélagsins eins og Steingrímur satt að lífsliðinu á Alþingi. Guðný Alma Harðarsdóttir. Guðný fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í íslensku og stúdentsprófi við framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og það eru Jarböðin sem gefa þessi verðlaun. Guðrún Birna Þórarinsdóttir. Guðrún fær viðurkenningu fyrir góða námsárangur í raungreinum og stúdentsprófi við framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og það er Samherji sem sagt Laugafiskdeildin sem gefur þessi verðlaun.
Eyrún Anna Jónsdóttir. Eyrún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í þýsku á stúdentsprófi við framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og það er Hótel Laugar EHF sem gefur þessi verðlaun. Guðmundur Gígar Sigurbjörnsson. Guðmundur fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í stærðfræði á stúdentsprófi við framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og það er ferðaþjónustan á Narfastöðum sem gefur þessi verðlaun. Og hann fær hérna aðeins verðlaun þannig að við skulum bara klappa í lokin held ég. Hann fær einnig viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í ensku á stúdentsprófi framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og það er Dalakomin sem gefur þau verðlaun. Svo fær hann viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í íslensku á stúdentsprófi framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og Jarðböðin gefa þau verðlaun. Hann fær viðurkenningu fyrir góðan árangur í íþróttafræði sem og ástundun og árangur í íþróttum í framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og Jarðböðin gefa þau verðlaun líka. Guðmundur fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í raungreinum á stúdentsprófi framhaldsskóla á Laugum vorið 2022. Það er Háskólinn í Reykjavík sem veitir þessi verðlaun til þess nema sem hefur sanna getu sín í raungreinum bæði með vali á krefjandi námskeiðum og framúrskarandi árangri. Verðlaunin eru bók og niðurfelling á skólagjöldum við HR fyrstu önnina kjósi verðlaunahafi að nema þar. Menntaverðlaun Háskóla Íslands við framhaldsskólann á Laugum vorið 2022. Háskóli Íslands veitir verðlaunin einum nemanda úr hverjum framhaldsskóla sem uppfyllir þau skilyrði hafa annars vegar náð 8,75 í meðalengun á stúdentsprófi og hins vegar hafa náð eftirtektarverðum árangri á sviði lista eða íþrótta, átt mikilvægt framlag til skólafélaga eða skólans eða sýnt þrautseigju við erfiðar aðstæður. Verðlaunin eru 20.000 króna gjafabréf og niðurfelling og skrásetningargjöldum í HÍ fyrsta árið kjósi verðlaunahafi að nema þar. Það voru 4 nemendur sem komu til greina en á endanum var það Guðmundur sem fékk þessi verðlaun. Hann nær þessari meðalengun og æfir og spilar knattspyrnu með meistaraflokki og öðrum flokki Völsungs á Húsavík og hefur líka þjálfað börn í íþróttum í nokkur ár. Hann hefur setið í kjörstjórn nemendafélagsins og tók þátt í tónkvísl í vetur með bankastrætisstrákunum en framlag þeirra var valið hið vinsælasta áhorfendum þó ég efi að það hafi verið fyrir ómþýðan söng. Arnþór Máni Böðvarsson. Máni fær viðurkenningu fyrir góðan árangur og ástundun í íþróttum og stúdentsprófi við framhaldsskólann á Laugum vorið 2022 og það er Sparisjóður Þingeyinga sem gefur þessi verðlaun. Erla Rós Ólafsdóttir. Erla fær viðurkenningu fyrir góðan árangur og ástundun í íþróttum og stúdentsprófi við framhaldsskólann á Laugum vorið 2022 og það er Sparisjóður Þingeyinga sem gefur þessi verðlaun.
Erla fær einnig viðurkenningu fyrir að vera góður skólaþegn við framhaldsskóla á Laugum vorið 2022 og það er Hótel Rauðaskriða sem gefur þessu verðlaun. Fyrir utan að vera frábær íþróttamanneskja er Erla ljúf, þægileg í umgengni, vilju til verka og það mætti haldi að vera lýsa mýfusku góðfrossi, samviskusöm og nákvæm. Hún er mikil fyrirmynd annarra nema bæði hvað varðar ástundun og mætingu og kusu nemendur hana fyrirmynd skólans og uppskeruhátíðin í vor. Hún er mjög jákvæður einstaklingur og skilur vel þau gildi sem skólinn stendur fyrir. Aðalheiður Þiðriksdóttir. Aðalheiður hlýtur viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í samfélagsgreinum og stúdentsprófi við framhaldsskólann á Laugum vorið 2022 og það er Norðurpóll sem gefur þessu verðlaun. Sá nemandi sem brautskráist með næsthæstu meðalengun á stúdentsprófi frá framhaldsskólanum á Laugum vorið 2022 og er því semidúks er Guðný Alma Harðarsdóttir en hún hlaut einkunnina 9,14. Það er menningarsjóður þingiskra kvenna sem gefur þessi verðlaun og ég vil vekja athygli á því að Guðný, hún er að klára stúdentsprófið á 2 árum. Sá nemandi sem brautskráðist með hæstu meðalengun á stúdentsprófi frá framhaldsskólanum á Laugum vorið 2022 er Guðmundur Gígar Sigurbjörnsson með einkunnina 9,36. Það eru Jarböðin við Mývatn sem gefa þessa verðlaun og Guðmundur hlýtur einnig peningagjöf frá þekkingarneti Þingeyinga. Nú flytja Bergþóra Marín Sveinsdóttir, Erla Rós Ólafsdóttir og Hanna Gerður Jónsdóttir ræðu nýstúdenta. Kæri útskriftarnemar, starfsfólks Laugaskóla og aðrir góði gestir. 14. maí er loksins runnin upp, en það er stór dagur í lífi margra þetta árið. Til dæmis eru sveitarstjórnarkosningar, lokakeppni Eurovision á Ítalíu og síðast en ekki síst brautskráning hjá okkur útskriftarnemum frá framhaldsskólum á Laugum. Að vera orðin stúdent er stór áfangi, okkur útskriftarnemum Að vera orðin stúdent er stór áfangi og við viljum óska öllum þeim sem eru útskrifast í dag innilega til hamingju með það. Þessi ár sem við höfum verið hér á Laugum eru búin að vera virkilega skemmtileg og lærdómsrík en einnig krefjandi á sama tíma. Það sem stóð mest upp úr þessar annir sem við náðum hér á Laugum voru árshátíðirnar, menningarferðirnar, vistakeppnir, tónkvíslin,
Portugalferðin mikla og fleira. Þessi skólaganga hefur kennt okkur svo miklu meira en íslensku og stærðfræði og við höfum öll fullorðnast mörg ár. Það sem einstakt við þennan skóla eru kennararnir. Það örugglega engin annar framhaldsskóli á landinu með jafn persónulega aðstoð og við höfum fengið hér á Laugum. Við erum ekki bara einhver nemandi eða tala, heldur þekkja kennararnir okkar veikleika og styrkleika og geta aðstoðað okkur út frá þeim. Má þar nefna Rögnu sem hugsaði sig ekki tvisvar áður en hún bauð okkur í ritgerðaáfengunum upp á kvöldkennslu því hún vissi að einhver þurfti meiri aðstoð. Hún ákvað meira að segja að koma með snakk og nammi í tíma fyrir okkur og bauð okkur svo til sín yfir helgina ef við þyrftum hjálp frá henni. Kristján kokkur og dömurnar í eldhúsinu sáum að elda ofan í okkur á hverjum degi oft á dag þessi yndislegu ár sem við vorum hér á Laugum. Húsbændurnir voru einstaklega skemmtilegir og vinsælir meðal nemenda. Þeir fylgdust með okkur úr fjarska en vissu samt einhvern veginn alltaf nýjasta slúðrið eins og Olga. Kristján húsvörður, eða Snæjarinn eins og okkur finnst best að kalla hann, kom alltaf til bjargar þegar klósettið stíflaðist, ljósaperurnar sprungu eða þegar eitthvað þessu slíkt bjátaði á. Kristján og Eva pössuðu upp á vistirnar voru hreinar og handriðin í gamla skóla væru vel sprittuð, allavega meðan COVID væri í sínu besta formi. Við viljum þakka Systu fyrir fjörið á föstudögum þegar hún kom dansandi með hátalarana sinn. Hún spilaði lög á borð við ABBA og Jameson með hljómsveitinni Papar í hæsta styrk og söng ætíð með hátt. Hún var mikil hvatning í vinnustofum og sá alfarið það hverjir ættu skilið að fá að fara fyrir í mat. Hún fylgdist náið með strákunum, sérstaklega þeim í íþróttastofunni, og oftar en ekki voru þeir reknir aftur inn í stofu. Því það svo sannarlega hægt að koma miklu í verki á 3 mínútum. Hnikar okkar sem bókstaflega sparkaði í rassin á okkur og hvatt okkur til þess að skila verkefnum eða mæti í íþróttahúsi og hreyfa okkur. Hann gerði svo grín á okkur þegar við gátum ekki tekið á móti erfiðum boltum í blaki eða fór að hlæja þegar maður datt í bandi og ef ekki, þá hló hann bara samt að þér. Ragna skellti nýjan áfanga, ritgerðaráfanga og vesturfara áfanga sem hún leit á eins og eitt af börnunum sínum og gerir það enn. Þessi áfangi vakti mikla athygli og áhuga hjá mörgum, þar á meðal nemenda sem voru hæst ánægðir með skemmtilegan en á sama tíma krefjandi áfanga. Þýskutímarnir með Conny voru áhugaverðir, skemmtilegir, skrýtnir, spennandi og var alltaf stutt í grínið og má segja að það var mikilvægara að hafa skemmtilegt í tímum heldur en að læra. Dönskutímar með Birnu voru að sama skapi áhugaverðir og sérstaklega þegar farið var í bingo og verðlaunin voru að þurfa að spritta borðin sem var setið á. Hallur fann alltaf eitthvað að þér til að gera létt grínað, en það var þó oftast saklaust. Honum fannst gaman að mana nemendur upp í keppnir á móti hvor öðrum í hinum ýmsu greinum. Allt frá spurningakeppni í armbögukeppni og fékk maður seint að gleyma því ef maður tapaði. Sverrir var alltaf svo ljúfur og með bros á vör og sagði okkur ætíð gamlar sögur. Við flest kynntumst Adda í líffræði þegar við fyrst komum í skólan og hefur hann verið traustur og alltaf til staðar fyrir okkur síðan. Þótt það var líka stutt í grínið í honum. Olga kenndi okkur snemma að það væri best að hlýða henni og sérstaklega ekki að ljúga henni. Því hún myndi hvort sem finna það út fljótlega ef hún vissi það nú ekki þegar. Hún sá svo allar herbergjaskoðanir sem okkur gekk misvel með. Og Gotta var sko alltaf til í gott spjall, hvort sem það var smokka og kynsjúkdóma eða bara veðrið. Mest af öllum viljum við þakka Bjössa skólameistara fyrir að hafa samþykkt umsóknir okkar á sínum tíma og þolað okkur í öll þessi ár, þó við höfum verið miðstilt. En Bjössi var alltaf til í alls konar fíflalæti og skemmtanir, bæði til að skemmta okkur og sjálfum sér. Það voru mikil forréttindi að fá að vera partur af þessu samfélagi sem við eigum hér á Laugum. Hér lærðum við að vera sjálfstæð, ábyrg og hvernig það að vera hluti af heild. Við erum ávallt þakklát fyrir það sem við lærðum og metnaðins sem var lagður í námið okkar. Þó við kveðjum skólan í dag að minnsta kosti í bili, erum við og verðum við alltaf stoltir Lauganemar.
Verum góð hvert við annað og höfum ekki áhyggjur af því, eins og Kiddi okkar sagði, þegar við erum spurð út í hvað við ætlum að gera í haust. En nú vil ég biðja Bjössa að koma hingað upp á svið til mín og taka á móti þessari gjöf frá okkur útskriftarnemunum. Takk fyrir og gleðilega hátíð. Takk ykkur fyrir stúlkur, þetta var ræða eins og þeir eiga að vera. Ágæta samkoma. Nú líður á lokum þessara hátíðastundar og ég þakka ykkur öllum fyrir að hafa verið hér í dag og tekið þátt í þessari athöfn með okkur. Í dag brautskráðum við 31 nýstúdent. Starfsfólki og nemendum skólans vil ég þakka góðan starfsanda sem á árangursríkt og skemmtilegt samstarf í vetur, með sérstöku þakklæti fyrir sveigjanleikann sem þurfti til í þessu COVID-ástandi. Ég vil svo benda öllum á nýja skólaspjaldi sem hangir hér til hliðar og geymir myndir af nemendum og starfsfólki skólans í vetur. Og hér beggja vegna við mig hanga einnig skólaspjöld afmælis árganga. Gestabók hérna við innganginn í salinn beint fyrir aftan ykkur og ég bið ykkur að rita nöfn ykkar í hana og þið getur hvort heldur sem staðið við borðið eða fært bókina á litla borðið og sest þar niður. Í anddyri íþróttahússins eru fjölnota pókar merktir skólanum og í þeim eru spil og einhver svona glæðningur og þið megið gjarna þiggja á okkur pókan og auglýsa skólan sem víðast hvar nema ég bið ykkur að nota þá ekki í ríkinu. Ég vil líka minna á aðalfund hollvinasamtakana Vina Laugaskóla sem fer fram hér í íþróttahúsinu eftir klukkutíma, klukkan 5 og ég hvet alla laugamenn til að ganga í þau samtök. Þau eru mikilvægur stuðningur fyrir skólan og allt skólahald á Laugum og það er hægt að skrá sig fram í anddyri og blöðum sem þar eru. Öllum viðstöddum býð ég að þiggja kaffiveitingar nú á lokinni athöfn og ég veit að starfsfólk mötuneytis verður svekkt ef þið gerið þeim ekki góð skil. Kaffiveitingarnar verður upp í matsalnum í gamla skóla. Gengið inn í skólahúsið að vestan en þeir sem eiga erfitt með tröppur geta farið austur fyrir skólan, inn í portið og inn í skólan þar. Merkt borð eru fyrir 70 ára og 60 ára gagfræðinga inn í matsalnum. 50 ára gagfræðinga ætla ég að biðja með að fara með veitingarna sínar upp í Bláudeild. 30 ára gagfræðingar og 25 ára stúdenta biðja að fara í starfsmannaaðstöðun upp á Austurveg. 10 og 20 ára stúdenta biðja að fara í fundarherbyggi nyrst á Vesturvegi beint fyrir ofan matsalinn og 1 og 5 ára stúdenta biðja að fara upp á Bjarmaland. Þar hafið þið meira næði fyrir gott spjall. Aðrir verða að bjarga sér eftir bestu getu. Ef matsalurinn er fullsetinn getið þið gripið kökurnar með ykkur og gengið upp í miðdeild, dagstofu eða jafnvel valgerðarstofu og borða þar og kaffistöðvar eru við miðdeild og Bláudeild. Skólinn sjálfur er opinn og getið þið valsað hann og skoðað á vild og bendi ég sérstaklega á vísi að safni skóla sem Kristján Kokkur hefur komið upp í eldstein inn af eldhúsinu og einnig er hægt að ganga í það úr portinu að austanverðu. Nýstúdentar, þið verða að bíða aðeins með að raða í ykkur því að ykkur býði að koma í myndatöku hér til hliðar eða út við tjörn eftir því hvort Kristinn vill, núna strax á eftir. Ég bið aðstandendur að bíða örlítið með knús og kossa svo við getum klárað myndatökuna. Starfi í Vopnafjarðardeild framhaldsskólans og Laugum er lokið í 7. sinn. Starfi í framhaldsskólanum og Laugum er lokið í 34. sinn. Skólahaldi í Laugaskóla er slitið í 97. og 7. skipti.